En við erum með nýjasta drónan hjá okkur, en það sem sagt svona dokka sem eiginlega bara dróni í boxi. Að við bara prófa að opna og sýna hvað er inni í þessu. Og kemur hérna drónin í ljós. Og það sem maður getur gert með þessu að núna getur maður sett þetta upp á okkur svæði og drónin algjörlega sjálfur. Það er engin manneskja á svæðinu. Boxið bara opnast og drónin tekur á loft og þá er þetta að fara að kortleggja með drónunum og það er hægt að fara í einhver eftirlitsverkefni og bara ýmislegt. Þannig í rauninni þetta svona, það sem við erum að byrja að bjóða upp á núna er bara auka starfsmaður fyrir fyrirtæki sem að getur verið 24/7, bara alltaf tilbúinn. Og er þetta nýtt? Er þetta fyrsta sinn sem að þetta kemur eða? Það er alltaf búið að vera til þess að nota svona sjálfvirkan dróna í tengslu við eldgosi í Grindavík. Almannavarnir og lögreglan hefur verið að nota þar með ágætis árangri. Þannig að þetta er svona búið að vera til í nokkur ár. En við ætlum að sjá bara svona tækifæri að byrja með þetta núna. Þetta er orðið þannig bara hagkvæmar og góðar græður að þetta á að geta enst í íslenskri verðartu og geta virka bara vel. Og þetta verður bara eins og starfsmaður, segirðu? Já, þetta er bara... Á endanum munum við bara geta takkað einhvern starfsmann bara... Já, nákvæmlega. Það verður bara... það sem við erum að bjóða upp og er í rauninni... Við getum komið og sett þetta upp og við getum sjáum öll leyfismál, gagnvart samgöngustofu og vistun á gögnum og öllu þessu. Þannig að rauninni þetta bara kemur inn sem nýr starfsmaður. Við hjálpum síðan að þjálfa þennan nýja starfsmann til þess að gera verkefni sem að nýtast þeir sem eru að nota þetta og það er svona okkar aðkoma og svo sjáum við reksturinn á þessu líka. Þannig að þau sem eru að nota þessu laust frá okkur, þau þurfa ekkert að vera að spá í þessu, þau bara eru með starfsmann til taks alltaf og svo er þetta búið til nýja verkefni með þessu. Þannig eftir 15 ár í drónum ertu farin að leigja starfsmenn? Já, nákvæmlega. Bara fljúgandi vélmenni sem maður getur gert á rosalega margt. Þú veist, það er getur, eins og ég sagði þá, getur verið að kortleggja með þessu. En svo ertu líka með margar myndavélar inn í gimbalinu. Þannig að hitamyndavélar til dæmis getur verið með svoleiðis. Þannig getur verið að vakta einhverja hitabreytingar og getur verið með fjölda verkefna fyrir hennar dróna á hverjum einsta degi, sko.